Múrmansk-svæðinu, Kólaskagi, Tundra. Ef ekið norður frá Zapoljarny eftir holóttum veginum, þá endar malbyggið einfaldlega eftir 20 kílómetra. Handan við það mold, svo hjólför í frosnu jörðinni, svo ekkert. Einhvers staðar í þessu tómarúmi stendur bygging, eða öllu heldur stóð þar. Í dag þetta steinsteypt bygging með brotnum gluggum. Þakið hefur hrunið. Málmvirkin hafa verið að ryðga síðan síðast þegar einhver vann hér. Það engar hurðir. Þær voru sagaðar niður til að verða rusl á 10. áratugnum. Inni eru byggingarúrgangur, brotið gler og leifar af keramikflísum frá sovjetímanum á gólfinu. Og í miðri þessari hæð lúga, 22 cm í þvermál, fest með 12 bortum. Málmurinn hefur ryðgað svo mikið að hann ekki lengur státtlitaður heldur rauðbrúnn, næstum jarðbundinn. Engar viðvaranir, engin skilti, engin girðing, engin öryggisgæsla, bara hringur úr ryðguðu málmi í steypunni og þögn allt í kring. Undir þessari lúgu liggja 12.262 metrar beint niður ofan í jarðskorpuna. Dýpsta gat sem mannkynið hefur borað í jarðskorpuna. Met sett árið 1989 stendur enn 35 árum síðar. Þú horfir á þessa lúgu og ein hugsun sleppir þér ekki. Við komumst til tungsins. 384.000 kílómetra í gegnum geiminn í algjöru tómleika í hitastigi frá -150 til +130 gráður og komum lifandi tilbaka. 12 manns gengu á yfirborði tungsins. Síðast þegar þetta gerðist var árið 1972. En við getum ekki borað í okkar eigin plánetu niður á 0,20% af radíus hennar. Við gátum það ekki árið 1992 þegar sovjeska verkefnið var lagt niður. Við gátum það ekki árið 2024 þegar Kína með allri sinni nútíma sjálfvirkni reyndi aftur. Við getum það ekki núna. Af hverju? Þetta fyrsta spurningin og hún nú þegar vandræðaleg. Því jörðin undir fótum okkar líður eins og eitthvað sem þegar búið að þróa. Námuverkamenn grafa, olíuverkamenn bora, neðanjarðarlestarkerfið verið að byggja. Það eins og við vitum hvað undir. En við vitum það ekki. Allt sem við vitum uppbyggingu jarðar fyrir neðan 15 til 20 km dýpi stærðfræði. Útreikningar á hraða jarðskjálftabylgna, tölvulíkön, útvíkkanir. Ekkert mannlegt tæki hefur nokkuð tíman komist þangað í gegn. Önnur spurningin snýst það sem fannst á 9 km dýpi. Þar uppgötuðu þeir eitthvað sem gat ekki verið þar samkvæmt neinum núverandi jarðfræðikennslubókum. Eitthvað sem neyddi þá til að endurskrifa. Ekki skýra, ekki bæta við, heldur endurskrifa kaflan uppbyggingu jarðskorpunnar. Vegna þessa líkanið sem kennt hefur verið í háskólum allan heim frá 4. áratug síðustu aldar reyndist rangt. Þriðja spurningin virðist næstum eins og háðunga framförum. Kína árið 2024, nýjustu búnaður, full sjálfvirkni, rauntíma tölvustýring á borstrengnum, eftirlitskerfi, gervigreind til að greina jarðfræðileg gögn beint við borun. Niðurstaðan 10.000 metrar, stöðvuð. Sovjetríkin árið 1989 með tækni sem þróuð var á 7. áratugnum, án stafrænnar stýringar, án gervinattaleiðsögu, án nokkurar þeirra reikniapps sem við tökum sem sjálfsagðan hlut í dag. 12.262 metrar. Munurinn á þessum tveimur tölum 2.262 metrar. Nokkurn veginn hæð Fuji-fjalls frá botni til tinda. Hvernig gerðist þetta? Svörin við öllum þremur spurningunum hluti af einni sögu hvað gerist þegar menn reyna að brjótast í gegnum plánetuna sem þeir búa á. Og þessi saga byrjar ekki með borvél eða holu. Hún byrjar með spurningu sem sovjeskir vísindamenn spurðu sig á 7. áratugnum. Hvers vegna gera þetta yfir höfuð? En áður en við svörum þurfum við að eyðileggja eitthvað sem flestir trúa á sjálfgefið. Það ein frásögn sovjeska vísindi sem endurtekin svo oft að hún næstu orðin að frumreglu. Sovjetríkin einbeittu sér að hernaði,
Aft annað var annað feluleikur eða auka afurð vopnakapphlaupsins. Geifnum var beitt til að njósna óvininn úr geifnum og sýna fram á kraft eldflauga. Kjarnorkusprengjan var notuð til að sporna gegn bandaríska kjarnorkuvopnabúrinu. Örnahraðlar, kjarnaofnar, ratsjárkerfi, allt var það á einn eða annan hátt notað til varnar. Þetta þægileg aðferð, auðvelt að muna og útskýrir margt. Aðeins það rangt, eða öllu heldur, svo ófullkomið að það verður að afbökun. Árið 1970, á hátindi kaldastríðsins, hófu Sovétríkin að bora holu í jörðina. Ekki fyrir olíu, jarðfræðingar vissu fyrirfram að engar olíulindir væru á svæðinu, ekki fyrir gas, ekki fyrir hernaðarmannvirki. Gat sem var 22 cm í þvermál myndi ekki fela eina einustu eldflaug né veita neitt taktískan kost. Vísindalegar sakir. Hrein grundvallarvísindi sem ekki eru hagnýtt og þar úr hverju plánetan undir fótum okkar gerð. Opinbert heiti COLA, Super Deep Borehole, SG3. Staðsetning, Kólaskagi, 20 km frá bænum Zapoljarny í Murmansk héraði. Verkefnið sem teymi jarðfræðinga og verkfræðinga var falið hljómaði næstum því hæðnislega einfalt, að bora eins djúpt og mögulegt og sjá hvað þar. Hugmyndin var ekki sovjesk uppfinning og þetta breytir allri myndinni. Árið 1961 hófu Bandaríkin Mohole verkefnið. Nafnið dregið af tveimur orðum, Mohorovicic, króatíski jarðeðlisfræðingurinn sem uppgötvaði mörk jarðskorpunnar og möttulsins árið 1909 og hole, enska orðið fyrir gat. Bandaríkjamenn vildu bora í gegnum jarðskorpuna að möttlinum og safna sýnum af efninu sem myndar stærstan hluta jarðarinnar. Rökfræði þeirra var óaðfinnanleg. Bora í gegnum hafsbotnin, þar sem jarðskorpan þunn, 5 km samanborið við 25 km á landi. Sérsmíðaðar borpallur framkvæmdi fyrstu prufuborunina undan ströndum Mexíkó árið 1961 og náði þar basaltsýnum úr 180 metra dýpi undir hafsbotninum. Það tókst. Verkefnið fékk fjármögnun. Það virtist vera klárt mál. Og svo lokaði þingið því. Árið 1966, eftir að kostnaðaráætlunin hafði aukist nokkrum sinnum og raunverulegt markmiðið, mötullin, var enn árum í burtu, $100 milljóna í mótun, ákváðu stjórnmálamenn að landið ætti við brýnni mál að stríða. Mohole-verkefnið lagðist af án þess að ná nokkur tíma markmiði sínu. Sovéskir vísindamenn völdu aðra leið af öðrum ástæðum. Það var ekki vegna þess að það væri auðveldara að bora í gegnum landið, það margfalt erfiðara, heldur vegna þess að þeir höfðu sérstakan áhuga á meginlandsskorpunni. Sjálfri skorpunni sem borgir standa á og fólk gengur á. Kólaskaginn var valinn af ástæðu. Sumir elstu bergtegundir jarðarinnar, fornleifagneis á bilinu 2 til 3 milljarða ára, koma upp á yfirborði hér. Gluggi inn í elstu sögu jarðar, ef þú veist hvernig á að opna hann. Boranir hófust 24. maí 1970. Enginn vissi hversu langan tíma það myndi taka. Enginn vissi hvað þeir myndu finna. Enginn lofaði hagnýtum árangri í fyrirsjáanlegri framtíð. Þetta var eitt af fáum tilvikum í sögunni þar sem ríkið veitti vísindamönnum fjármagn og sagði einfaldlega, farið niður og sjáið. En til að komast þangað sem enginn hafði verið, þurftu þeir að leysa verkfræðilegt vandamál sem þeir höfðu ekki enn grunað árið 1970. Ímyndaðu þér borpall. Dæmigerður olíubrunnur virka svona. Löng strengur af stálpípum tengdir saman hluta fyrir hluta snýst frá yfirborðinu. Mótor efst snýr allri þessari byggingu kílómetrum af málmi og bor á endanum sker í bergið. Þetta einfalt, áreiðanlegt og hefur sannað sig í þúsundum brunna allan heim. En það eru takmörk. Því dýpra sem súlan fer, því meira vegur hún. Við 3 eða 4 kílómetra dýpi stálpípan svo þung að hún verður fyrir spennu, ekki aðeins vegna snúnings, heldur einnig vegna eigin þyngdar. Við 10 kílómetra dýpi mun hún einfallega brotna undan eigin þyngd, ekki vegna galla, ekki vegna óviðeigandi notkunar, heldur vegna þess að eðlisfræðin gefur engan annan kost. Sovéskir verkfræðingar leystu þetta vandamál á 2 vegu samtímis.
Í fyrsta lagi, efnið í rörunum. Í stað stáls eru notaðar álblöndur. Ál er næstum 3 sinnum léttara en stál með sambærilegan togstyrk og 1000 metra af álrörum vega mun minna. Fyrir kolaborholuna hafði enginn notað álborrör í slíku mæli, einfaldlega vegna þess að enginn hafði borað svona djúpt. Í öðru lagi, og mikilvægara, var virkni borvélarinnar sjálfrar. Sovjeskir verkfræðingar hættu við hugmyndina að snúa súlunni að ofan. Í staðinn settu þeir mótorinn alveg við enda súlunar rétt við hliðina á borvélinni. Turbobor, lítilli vökvaeiningu. Borvökvi, vökvi úr vatni og leir, var dælt undir þrýstingi í gegnum rör að ofan. Þessi flæði sneri túrbínublöðunum sem síðan sneru borvélinni. Allt fyrir ofan, 1000 metra af rörum, hékk einfallega hreyningalust. Engin snúningur, ekkert óþarfa álag. Enginn hafði nokkuð tíma kerfisbundi notað þessa aðferð á slíku dýpi áður. Mannvirkið hét Uralmars 15.000. Turninn var 68 metra hár, næstum því eins og skýjakljúfur á tundrustaðla, sýnilegur kílómetrum saman. Í kringum hann voru verkamannabúðir, rannsóknarstofur, búnaðargeymslur og eigin orkuver. Nokkur 100 manns unnu í vöktum allt árið kring í norður heimskautanótt og hitastigi niður í -40 gráður á Celsius. Ár eftir ár fór brunnurinn dýpra. 7. júní 1979. Sovjaska æfingakerfið fer yfir 9584 metra markið. Hugleitu þessa tölu. Sama ár, 1979, var núverandi heimsmet í borunardýpt sett af Bertha Rogers brunnunum í Oklahoma í Bandaríkjónum. Hann var boraður árið 1974 í leit að jarðgasi og stöðvaðist við 9583 metra dýpi. 1 metri. Sovjetmaðurinn sló bandaríska metið þér og örugglega nákvæmlega 1 metra. Í hvaða annarri sögu sem hefði þetta verið brandari, en sovjetska teymið hætti ekki þar. Það hafði enga ástæðu til að hætta. Það boraði Bertha Rogers brunnin eftir gasi og hætt þegar það var ljóst að ekkert gas var á því dýpi. Kolabrunnurinn var ekki að leita gasi, hann var að leita að þekkingu, sem þýddi að það var ekkert dýpi þar sem hægt var að segja að það væri nóg. Árið 1983 hafði brunnurinn náð 12.066 metrum. Maríönugjárinn dýpsti punkturinn í heimshöfunum, 11.034 metrar. Kólaborholan reyndist vera dýpri. Ekki í vatninu, ekki frá sjávar yfirborðinu, heldur frá land yfirborðinu, í gegnum fast berg. Í fyrsta skipti fór mannkynið dýpra niður í jörðina en nokkurn annan punkt í hafinu. Sama ár, 1983, var borun hætt. Ekki vegna slys, ekki vegna fjárskorts. Leiðtogar Sovétríkjanna vildu sýna heiminum brunnin, alþjóðlega ráðstefnu, vísindamenn frá ýmsum löndum, táknræna sýningu á afrekum. Einfalt virtist sanngjarnt. Nokkrir mánuðir myndi ekki breyta neinu. Þessi ákvörðun kostaði þau næstum allt. Ás aðgerðaleysi á tundrunni ekki hlé. Það hægt eyðileggingarferli. Á 12 km dýpi þrýstingur á hverjum fersentímetra að bergi upp á 3 til 400 lofthæmi. Á meðan borvélin á hreyfingu borvökvinn stöðugt í umferð og heldur veggjum borholunar opnum, sem myndar bakþrýsting sem kemur í veg fyrir að bergi lokist. Þegar borvélin stöðvast og blóðrásinn stöðvast, byrjar þrýstingurinn hægt og rólega að taka sinn toll. Veggir borholunar afmyndast. Bergið, sem plastískt við slíkt hitastig, byrjar að skríða inn á við. Mánuður, 3 mánuðir, 6 ár. Þegar þeir ákvaðu að hefja borun á ný árið 1984 var efri hluti brunnsins enn óskemmdur. Enginn vissi með vissu hvað var að gerast fyrir neðan. Þann 27. september 1984 hófust boranir á ný. Fáeinum klukkustundum eftir að súlan fór að síga aftur
varð brot. 5.000 metrar af pípu, borðnappurinn, mótorinn í borholunni, allt á botni brunnsins, brotnaði af og sökk. Út í myrkrið. Á dýpi þar sem þrýstingurinn kemur í veg fyrir að nokkuð rísi aftur upp. Ímyndaðu þér. Þú heldur á 5 kílómetra löngum streng. Annar endinn í hendin á þér, hinn hverfur í myrkrið undir fótum þér. Strengurinn smellur í miðjunni. Allt fyrir neðan brotpunktinn hverfur að eilífu. 5 kílómetrar af málmi, verkfærum og meitlum, þau eru einfaldlega horfin. Þrýstingurinn frá berginu hefur minkað. Að fjarlægja hann líkamlega ómögulegt. 5 kílómetrar af búnaði eru glataðir að eilífu. Öll önnur verkefni á þessum stað hefðu líklega verið lögð niður. Tap af þessari stærðagráðu ekki aðeins tæknileg hörmung, heldur einnig stjórnunaleg og sálfræðileg. 14 ára vinna. Og nú þetta komið. Sovjeska liðið hætti ekki. Þeir fundu blett á 7.000 metra dýpi þar sem borholan hafði ekki enn aflagast. Þaðan hófu þeir að bora í smá ská, svokallaða hliðarspor. Í raun bjuggu þeir til nýja borholu, byrjandi á 7 kílómetra dýpi, teygði sig frá týnda hlutanum og hélt áfram niður á við. Þeir byrjuðu upp á nýtt, frá miðjunni. Árið 1989 náði nýja skottinu 12.262 metrum. Algjört heimsmet í bordýpt. Þrátt fyrir tap á 5 kílómetrum af búnaði, þrátt fyrir árs niðurtíma, þrátt fyrir að teymið hafi þurft að byrja upp á nýtt. Met sem stendur enn. En það var hér, við 12 kílómetra markið, sem eðlisfræðin hafði sitt síðasta orð. Sérhver kennslubók í eðlisfræði gefur einfalda formúlu fyrir hitastig jarðskorpunnar. Jarðhitastegull. Það bil 3 gráður á Celsius fyrir hverja 100 metra dýpi. Þessi tala vel prófuð og skjalfest úr þúsundum borhola allan heim. Paktu dýptina, margfaldaðu hana, legðu þið yfirborðshitann og þú færð svarið. Samkvæmt þessari formúlu ætti það að vera 100 gráður við 10 kílómetra. Við 12 kílómetra ætti það að vera 100 gráður. Raunveruleikinn reyndist vera annar. Á 12 kílómetra dýpi undir Kólaskaga sýndi hitamælirinn 180 gráður á Celsius. 100 gráður suðumark vars. 180 nákvæmlega hitastigið þar sem tinnlóð, sem notað til að lóða rafrásarplötur, bráðnar. Þetta ekki myndlíking eða tilviljunarkennd samanburður. Hitastigið í brunninum var nægilegt til að bræða efnið sem notað til að setja saman nútíma rafeindabúnað. Hvers vegna voru útreikningarnir svona fjarri réttu? Vegna þess að jarðhitahallinn ekki fasti. Hann háður samsetningu bergsins, nærveru geislavirkra frumefna og varmaleiðni tiltekins svæðis. Á Kólasvæðinu kom í ljós að bergið var ríkt af úrani, þóríni og kalíum 40, frumefnum sem gefa stöðugt frá sér hita með geislavirkri rotnun. Þessi viðbótar hitagjafi var ekki tekin með í útreikningana því enginn vissi stærðans. Þeir komust ekki að því fyrr en síðar. 180 gráður breyttu öllu. Við slíkt hitastig hættir granít að hegða sér sem fast efni. Það bráðnar ekki, bræðslumark graníts töluvert hærra, en það verður plastískt. Undir miklum þrýstingi og háum hita byrjar bergið hægt að flæða, afmyndast og skríða. Fyrir borstrenginn þýddi þetta eitt. Borholan lokaðist strax á eftir borhnappinum. Borinn sökk niður og bergið á eftir honum lokaðist, eins og vatn lokaðist á eftir kafi. Það var hægt að bora hraðar og auka þrýstingin á borvökvanum, en við 180 gráður fór borvökvin sjálfur að brotna niður. Efnafræðilegir eiginleikar hans breyttust og hann missti getu sína til að halda brunnunum saman. Gúmmíþéttingar og þéttingar endust ekki lengur en nokkrar klukkustundir við þetta hitastig. Árið 1992 var fjórða skafti stöðvað á 11.882 metra dýpi. Ekki vegna þess að fjármagn þornaði upp, þótt að væri þegar að þorna upp þar sem Sovétríkin voru á síðustu mánuðum sínum.
heldur vegna þess að á þessu dýpi við þetta hitastig varð frekari borun með þeim aðferðum og efnum sem voru tiltæk líkamlega ómöguleg. Eðlisfræðin stöðvaði æfinguna. En áður en það gerðist, eftir 22 ára samfellda vinnu, komu vísindamenn upp á yfirborðið eitthvað sem sneri allri jarðfræði á hvolf. Allar kennslubækur í jarðfræði frá 20. öld sem gefnar hafa verið út í hvaða landi sem í heiminum lýstu sömu uppbyggingu meginlandsskorpunnar. Efsta lag, granít og granítlík bergtegund. Þéttleiki það bil 2,7 grömm á rúmsentimetra. Dýpi, afstæðin það bil 7 kílómetra. Svo það Konradmörkin. Greinileg jarðskjálftamörk þar sem hraði langs umbylgna eykst skyndilega úr það bil 6 í 7 kílómetra á sekundu. Viktor Konrad, austurískur jarðeðlisfræðingur, lýsti þeim árið 1925. Jarðeðlisfræðingar hafa getað ákvarðað þau nákvæmlega frá yfirborðinu síðan á 4. áratug síðustu aldar, allan heim hvar sem á meginlandsskorpunni. Fyrir neðan Konradmörkin, basalt. Öðruvísi bergtegund, önnur samsetning, aðrir eiginleikar og svo framvegis þar til Mohorovicic-mörkin, þar sem jarðskorpan endar og möttullin byrjar. Þetta líkan virtist óhagganlegt. Það var staðfest með þúsundum jarðskjálftamælinga. Það var endurtekið í kennslubókum, lokaritgerðum og háskólanámskeiðum allan heim. Jarðfræðikort voru smíðuð á grundvelli þess. Ekkert basalt var að finna á 7 kílómetra dýpi. Granítarnir héldu áfram. Klukkan 8 granítar. Klukkan 10 granítar. Klukkan 12 enn granítar og gneisar, sömu bergtegundir og á yfirborðinu. Ekkert basalt, engin breyting á efni. Konradmörkin voru til. Jarðskjálftamælingar skráðu þau og þetta var ekki mælið illa. En það reyndist vera eitthvað annað en þeir héldu. Ekki kynbreyting, breyting á líkamlegu ástandi sama kyns. Við ákveðin þrýsting og hitastig breytir granít teygjanleika sínum. Hraðinn sem jarðskjálftabylgjur fara í gegnum það eykst skyndilega. Þetta einmitt það sem jarðskjálftamælar allan heim hafa skráð í áratugi. Þeir skráðu nákvæmlega breytinguna á bylgjuraða, en sú niðurstaða að þetta þýddi breytingu á efninu reyndist röng. Hér vil ég hætta, því þetta ekki óhlutbundin fræðileg breyting á kennslubókinni. Þetta þýðir að öll jarðfræðikort sem byggð á jarðskjálftagögnum, og þetta myndar megin hluta þess sem við vitum uppbyggingu jarðskorpunnar, þurfti að endurtúlka. Ekki hafna þeim, ekki hrekja, heldur endurtúlka. Gögnin voru rétt, en niðurstaðan sem dregin var af þeim var gölluð. 60 ára jarðfræði hafði verið byggð á röngum forsendum. En það ekki allt sem fannst í brunninum. Á 9 kílómetra dýpi greindist vatn í borvögvanum. Það var ekki vatn sem hafði lekið upp úr yfirborðinu í milljónir ára, efnagreining útilokaði það alveg. Vatnið var ungt. Það myndaðist beint úr steinefnum við kristöllun undir þrýstingi í lokuðu kerfi einangrað frá yfirborðinu. Fyrir kólaborhóluna töldu jarðfræðingar að frjálst vatn gæti ekki verið til á meira en 3 til 4 kílómetra dýpi. Svigrúmin í berginu ættu að vera þétt undir slíkum þrýstingi. Það kom í ljós að þau voru ekki þétt. Það var vatn. Kjarni, sívalningslaga bergsúlu sem högnar voru úr yfirborði jarðar með borvér og færðar upp á yfirborði til rannsókna, fannst á 6 til 7 kílómetra dýpi. Smá sjársteingervingar fundust í þessum kjarna, fara meðal 24 tegundir innfrumunga. Berggrunnurinn sem myndast bil 2,5 milljarður ára gamall. Fjölfrumu líf kom fram á jörðinni fyrir bil 600 milljónum ára. Þegar þessar verur voru á lífi, voru fyrstu dýrin enn næstu 2 milljörðum ára í burtu. Og eitt smáatriði í viðbót sem yrðist óþarft fyrir maður hugsaða alvarlega út í. Jarðefnafræðingar hafa fundið gull í fornöldar lögum. Styrkleikinn alltaf 80 grömm á hvert tonn af bergi. Iðnaðarnámavinnsla talin arðbær með 4 til 5 grömmum á hvert tonn. Undir Kólaskaga gullmagn 16 til 20 sinnum hærra en venjulega. Að ná því magni verður líklega aldrei mögulegt. Það of djúpt
of heitt og of dýrt. Allt sem ég lýsti ekki kenning eða tölvulíkan. Þetta kjarni, áþreifanlegir bergklumpar úr 7, 8, 9 kílómetra dýpi, geymdir í kossum í jarðfræðilegum geymslum. Þú getur haldið á þeim í höndunum. Þú getur skoðað þá undir smá sjá. Þú getur hitað þá, vigtað þá, leyst þá upp í sýru og rannsaka það sem eftir Þannig að metið hefur verið slegið. Kennslubækurnar hafa verið endurskrifaðar. Fundirnir hafa verið skjalfestir. Allt þetta var vitað snemma á 10. áratugnum. Hvers vegna var öllu fléttunni einfallega lokað árið 1995. Í desember 1991 hætti Sovétríkin að vera til. Fyrir kólaborhóluna þýddi þetta eitthvað áþreifanlegt. Alríkis fjármagn til verkefna án beinna viðskipta eða hernaðanóta var skorið niður í nánast ekkert. Heimið, nokkur 100 jarðfræðingar, verkfræðingar og tæknimenn fór að dreifast. Afhendingar og sérhæðum búnaði sem pantaður var samkvæmt fyrirhuguðum samningum við sovéskar verksmiður hættu. Snúningsbúðirnar fóru að tæmast. Árið 1995 var byggingunni formlega lokað. Búnaðurinn var tekin í sundur, turnin var rifin, sum skjöl varðveittust, önnur glötuðust. Byggingin fór að hraka. En það annað svar við spurningunni hvers vegna metið hefur ekki verið slegið. Það mikilvægara en hrun Sovétríkjanna, því það stendur enn. Það engin olía í graníti. Það ekkert gas í graníti. Þetta var vitað frá upphafi, ekkert skrítið þar. Kolabrunnurinn var hrein vísindi. Í skipulagshagkerfi gat ríkið einfaldlega ákveðið að fjármagna hann vegna þess að það var nauðsynlegt. Í markaðshagkerfi krefst fjármögnun á þessu stigi annaðhvort viðskiptalegrar beitingar eða ríkissamnings með sterkum pólitískum vilja. Hvorugt var í boði. Við skulum skoða hvað gerðist næst. Árið 1987 hóf Þýskaland sitt eigið ofurdjúpborunarverkefni, skammstafað KDB eða Continental Deep Drilling Program. Staðsetning: Bæjaraland. Búnaður: sá besti sem völ á í Vestur-Evrópu. Fjárhagsáætlun: 100 milljóna þýskra marka. Árið 1994 stöðvaðist þýska verkefnið á 9100 metra dýpi. Ástæðan: 260 gráður á Celsius. Hættulegt gildi þar sem allur búnaður bilaði. Þjóðverjar jöfnuðu aldrei sovéska metið. Nú, Kína. Árin 2023 til 2024 hóf Kína ofurdjúpborunarverkefni í Xinjiang. Búnaðurinn sannarlega á næsta stigi. Sjálfvirk stjórnkerfi, fjarmælingar sem senda gögn úr djúpinu niður á yfirborðið á hverri sekúndu og borvélar úr efnum sem voru einfaldlega ekki til árið 1970. Niðurstaða: 10.000 metrar. Stöðvuð. Sovétríkin árið 1989 12.262 metrar. Kína árið 2024 10.000 metrar. Bilið 2.262 metrar. Sama eðlisfræðin, sama plastbergið, sömu hitastigin sem eyðileggur búnað. Vandamálið ekki að Kína eða Þýskaland búi yfir slæmri tækni. Eðlisfræði jarðarinnar hefur ekki breyst síðan 1989 og það var eðlisfræðin, ekki tæknin, sem setti takmörk fyrir sovéska verkefnið. 35 ár. Ekkert land í heiminum hefur komist nálægt þessu marki. Af 25 ára verkefni, hundruðum vísindamanna og milljörðum rúbla af ríkisfé aðeins fáeinir áþreifanlegir hlutir eftir. Þú sást þetta strax í upphafi. Sama lúan, sama riðið, sömu 12 boltarnir. Núna veistu bara hvað undir þeim. 22 centimetrar í þvermál, minni en venjulegt A4 blað. 12.262 metrar beint niður. Klettar 2,5 milljarðs ára gamlir. Vatn sem hefði ekki átt að vera þar. 24 tegundir lífvera sem lifðu á þessari plánetu áður en nokkuð fjölfrumunga var til. Mörk sem jarðfræðingar kortlögðu rangt á 4. áratug síðustu aldar og sem reyndust vera eitthvað annað en það sem talið var í 60 ár.
Tökum skólahnött, venjulegan 30 cm í þvermál. Radíusinn er 15 cm. Kólaborholan á mælikvarða þessa hnötts er hvöss nálarstunga sem er 0,28 mm á dýpi, minna en blýantsmerki, 0,20% af radíus reikistjörnunnar. Við höfum rétt klórað í yfirborðið og jafnvel þessi litla rispa, þessi lúa í steinsteipu golfi yfirgefins byggingar á tundrunni gaf okkur gögn sem breyttu skilningi okkar á plánetunni sem við búum á. Líkanið sem jarðfræðingar höfðu treyst áratugum saman reyndist ófullkomið. Vatn þar sem átti ekki að vera. Líf þar sem við bjuggumst ekki við að finna það. Landamæri sem reyndust ekki vera þar sem þau virtust vera. Það sem þeir munu finna á 20 km dýpi, engin veit, á 30 líka. Sérhvert líkan af jarðbyggingu sem er dýpra en 12 km er útreikningur, ályktun, útvíkkun jarðskjálftagagna. Við höfum aldrei verið þar líkamlega. Eina ástæðan fyrir því að bora ekki lengra núna eru peningar, ekki eðlisfræði. Það er hægt að komast hjá með nýrri tækni, nýjum efnum og leysiborunaraðferðum sem eru nú þróaðar sérstaklega fyrir þetta verkefni. Ekki tækni, sú er til staðar eða mun koma fram. Aðeins hagfræði. Aðeins spurningin hver er tilbúin að borga fyrir hvað og fyrir hvað fyrir svör sem munu ekki skila strax viðskiptalegum ávinningi. David ákváðu Sovétríkin að það væri þess virði. Er það þess virði? Skrifið í athugasemdunum.